Góða kvöldið og velkomin í skólinn okkar. Í kvöld ætlum við að fjalla kennaranámið. Já, kennarar verða í aðalhlutverki í þætti kvöldsins eins og í skólastofum landsins. Á ferðum okkar skóla víðsvegar landið undanfarna vikur höfum við rætt við marga kennara. Þeir eru flestir sammála að starfið sé mjög gefandi, svolítið strembið en oftast mjög skemmtilegt. En hvernig býr kennaranámið nemendur undir starfið framundan, undir kennarastarfið? Við ætlum að ræða það og fleiri hluti við þau Braga Guðmundsson í Háskólanum á Akureyri og Jóhannu Einarsdóttur í Háskóla Íslands. En fyrst ætlum við að heyra í nokkrum kennaranemum. Þetta nám er mjög gefandi og skemmtilegt á sama tíma, sem rosalega góð blanda. Þannig að ég finn á mér allavega að ég verð bæði betri fræðimaður og persóna í þessu námi. Námið er ótrúlega fjölbreytt. Það er skemmtilegt og krefjandi og maður lærir eitthvað nýtt á hverjum degi. Eins og maður á að gera í háskóla. Algjörlega. Mér hefur alltaf liðið mjög vel í skólanum og hef alltaf borið virðingu fyrir kennarunum mínum og ég vil kannski í rauninni bara vera þessi fyrirmynd sem þeir eru búin að vera mér fyrir næstu kynslóðir. Ég fann rosalega fljótt fyrir því að þessi starfsvettvangur er ekta svona fyrir snarofvirka menn eins og mig sem að fá hugmyndir og vilja hrinda þeim í framkvæmd bara eins og skot og að því að börn eru svo rosalega opin fyrir nýjum hugmyndum og vilja gera þetta allt strax hvort þið er. Hvernig tóku þínir nánustu því þegar þú sagðir að þú ætlaðir í þetta nám? Það var aðalega frábært þetta henta fullkomlega. Aftur samt með launin þá var það eitthvað svona sem þeim fannst óspennandi en ég ætlaði ekki að fara að velja mér nám út frá því, eða lífsævistarf út frá því hvað ég fæ borgað og síðan var svona, heyrði ég líka kannski að ég væri of klár fyrir þetta nám, einhvern veginn sem ég finnst mjög, Kannski þessi svona eldri kynslóðin sem maður fær svona þetta er nú bara fóstruskóli og þú ætlar að vera fóstra eins og maður fær oft svona þetta það er fóstruskólan og þetta en bara 90% af fólki sem ég tala við og segi hvað ég ætla að gera það er bara frábært vantar einmitt meira fjölbreytni í þessa stétt og bara meira fólki í þessa stétt þannig að það er rosalega góð svona hvatning. Ég hef alveg fengið þetta viðhorf bara frá eldri kennurum sem að ég þekki sem hafa, spurt mig og hvað ætlar að gera, hvaða aukavinnu ætlar að fá þér. Þú ert nú búin að vinna sem þjónn á sumri og getur verið í því áfram, ég er búin að fá eitthvað svona og sem ég finnst rosalega leiðilegt og ég held að það sé bara partur í því að kennarar þurfa að fara að bera meira virðingu fyrir sjálfum sér og þeirra starfi. Ég er ekki að fara þetta út af peningum, ég veit að ég er ekki að fara að vera neitt ríkur af þessu. Ég er bara að fara að gera það sem ég elska að gera og vona að ég geti lifað á því bara og það er stundum eins og fólk fatti það ekki alveg. Er borin virðing fyrir starfinu? Nei, ekki nægilega mikil og ekki sú virðing sem að starfið verðskuldar. Og ég er þeirrar skoðunar að það er ekki hægt, þú getur ekki ætlast til þess að fólk út á við, bara samfélagið, beri virðingu fyrir þér ef þú berð ekki virðingu fyrir þér sjálfum. Og svona, ég er ekki að segja að sé algilt, það eru auðvitað fullt af kennurum sem að bera virðingu til starfsins og allt það, en það eru líka kennarar inn á milli sem eru með háværa rödd, sem að hafa, ég man eftir kennurum sem sögðu mér í tíma, hvað er að vera með ömurleg laun og eitthvað svona. Og þetta mótar og þetta smitar út í samfélag, þannig að þetta byrjar, þú þarft fyrst að horfa í eigin barm áður en þú ferð að setja þessar kröfur út á samfélagi í heild. Ég held að virðingin sé alveg til staðar, það gera sér allir grein fyrir þetta sé mjög mikilvægt starf, en síðan náttúrulega líka kannski hugsa þetta sem annað person eða eitthvað og gera sér ekki grein kannski fyrir öllu sem á bakvið starfið og hvað það fer mikil hugsun í það sem við erum að gera. Fólk veit hvað þetta er mikilvægt og gott starf en ég held, og það er kannski erfitt að segja þetta sem kennaranemi, að ég held að þessi neikvæða ímynd komi að mestu leyti frá kennurum sjálfum. Hvernig þá? Kennarar sem eru kannski að upplifa sig að fá ekki stuðning í skólum, kennarar sem eru orðnir þreyttir í starfi, að þeir tala starfi niður. Í stjórnarsáttmálanum sem var gefin út núna eftir kosningar, þar rak ég hugunni að það stendur að til þess að auka aðsókn í kennaranám, þá eigi að efla námið, kennaramenntunina sem sagt. Og
ég eiginlega fór bara pínu að hlæja að þetta var eina setningin sem stóð í þessum sáttmála af því að fyrir mér námið ekki vandamálið. En það þarf augljóslega að hækka laun og kjör og bæta starfsaðstæður. Já, kennaranemarnir eru sammála að námið sé gott. Þau töluðu þarna nokkur það að ímyndin, þessi neikvæða ímynd sem stundum kemur upp á yfirborðið, komi jafnvel innan úr skólunum sjálfum. Við ætlum að ræða aðeins fyrst það eins og almennt kennaranámið og þau eru komin til okkar, Bragi Guðmundsson og Jóhanna Einarsdóttir. Takk fyrir að koma. Bragi, hvað segir þú þetta með þessa neikvæðu ímynd starfsins? Jú, ég held að þetta sé minnst kosti að hluta til rétt og þetta afleiðing af langvarandi kjarabaráttu kennara. Á 9. áratugnum hófust verkföll sem hafa staðið svona með hléum fram á okkar daga og það hafa mörg verið löng, það hafa verið upp í 6, jafnvel 7 vikur. Þetta vont fyrir bæði hópinn inn á við að standa í svona baráttu. Það þjappar fólki vissulega saman en það þjappar fólkinu saman ekki fagleg viðfangsefni heldur stéttarleg og peningaleg viðfangsefni. Og þau hafa einhvern veginn tilhneigingu til þess að fá sig neikvæða mynd. Og getur haft líka örugglega víðtæk áhrif, jafnvel á nemendur eða hvað? Jú, þeir auðvitað sjá þetta líka. Þeir eru heima, þeir eru upplifað sjálfur verkföll, menn þeir eru í skóla, öllum skólastigum og þó að það sé gott að vera heima þá þetta samt ekki ljær skólastarfinu ákveðin blæ. Jóhanna, hvað segir þú þessa ímynd? Til dæmis, nú vantar, þá þurfa fleiri nemar að skrá sig í kennarafræðin. Þetta eitt af því sem hefur áhrif á aðsókn í kennaranám? Já, án efa, en mér langar samt að nefna það að ég held að þetta sé að breytast og kennaranemar sem eru nú í kennaranámi, þeir eru mjög meðvitaðir þessa neikvæða ímynd og eru að gera ýmislegt til þess að breyta henni. Nú eru þeir til dæmis með herferð í gangi sem heitir Komdu að kenna og það markmiðið að sýna bæði námið og kennarastarfið í jákvæðu ljósi. Og þetta alveg frábært framtak og mér langar líka að nefna það að þeir nemar sem fara í kennaranám eru alveg einstaklega góðir. Sem að taka það ákvörðun að fara í kennaranám þrátt fyrir þetta neikvæða umtal bæði laun og starfsaðstæður. Eru að gera það á réttum forsendum? Já, ég held það og mér finnst við vera með það mjög flotta kennaranema. Okay. Já, það nú ekki fara á milli mála í þessum viðtölum við þessa nema sem var sýnt hérna áðan. En kannski aðeins meira að þessu það sem kannski gerast inn í skólanum varðandi kannski neikvæða umræðu. Maður velti fyrir sér hvort það hafi hrein og bein áhrif bara á stemninguna. Já, stemninguna í samfélaginu almennt. Inn í skólanum. Inn í skólanum. Já. Ég býst alveg við því en við verðum að horfa á starfsaðstæður kennara í heild sinni að starfsumhverfi þeirra hefur gjörbreyst á undanförnum árum. Það eru gerðar sífellt meiri kröfur til þeirra upplýsingagjöf til foreldra og sem út af fyrir sig gott en tekur mjög mikinn tíma. Já. Það eru kröfur að þeir séu inn í öllum mögulegum og ómögulegum hlutum, bæði það sem varðar okkur sem erum fædd hér á uppalinn, svo hafa bæst við nýbúar og fólk af öllu mögulegu tagi. Það eru alls kyns greiningarmál sem að koma upp á yfirborðið. Og öll tæknin. Og öll tæknin og já, þeir þurfa að læra á öll þessi snjalltæki og allan tölvubúnaðinn og hann breytist bara dag frá degi. Það ekki auðvelt að fylgja þessu. Og svo hefur náttúrulega komið krafan tökum eins og grunnskólana að það jafnvel komið stimpilklukka á fólk og það þarna frá 8 á mótnana til 4:30 á daginn og það ekki einu sinni viðunandi vinnuaðstæða inn í þessum skólum til þess að vera við. Hvernig þá? Já, það vantar auðvitað, við gerum bara sem nútíma einstaklingar gerum við kröfum hver og einn hafi sjálfstæða vinnustöð. Auðvitað eru kennarar, þeir vinna teymisvinnu fyrst og síðast, en þeir þurfa líka að eiga sitt prívat afdrep til þess að vinna þá vinnu sem þeir vinna ekki með öðrum eins og að undirbúa verkefni, fara yfir verkefni og bara ná sjálfum sér. Jóhanna, það mjög mikið rætt einmitt kjörkennara og vinnuaðstöðu. Þetta eitthvað sem að þið hjá menntavísindasviði Háskólans hafið áhyggjur af? Já, við höfum það auðvitað, en það sem að Bragi nefnir hérna þetta breytta hlutverk kennara í dag og þetta tengist auðvitað kennaramentunni mjög mikið. Bara á örfáum árum eru allt annar hópur sem að kennarar að fá inn í skólana. Við höfum heyrt tölur að það sé rúmlega 100 tungumál töluð á Íslandi í dag. Og börn sem tala þessi tungumál kom inn í skólana þannig að hlutverk kennara að mæta þessum fjölbreytta hópi svo breytt
á bara örfáum árum og við tölum líka tæknina, sko, þessi nýja tækni sem við gátum ekki ímyndað okkur fyrir bara 5-10 árum síðan. Þetta bara hluti af veruleika barna og ungmenna í dag og kennarar verður þetta bregðast við þessu. Og hvernig hafið þið brugðist við því? Hvernig hafið þið aðlaga námið eða breytt náminu til þess að undirbúa kennara framtíðarinnar fyrir þetta breytta umhverfi í skólum? Ég held að kennaranám þurfi alltaf að vera síbreytilegt, í sífelldri þróun og það sem nýjasta tækni í dag og við höldum að við getum undirbúið kennara í dag fyrir, það ekki á morgun. Þannig að ég held að í kennaranámi skiptir svo miklu máli, auðvitað þarf fólk að læra tækni og aðferðir, kennsluaðferðir, en það líka viðhorf. Hvernig bregstu við, hvernig mætur einstaklingum? Hvaða gildum ert að miðla í skólastarfi? Þetta skiptir svo gífurlega miklu máli. Og ef við erum að tala um að sko, hvernig kennarar geta í dag sko, aðlagast þessum breyttu aðstæðum, þá bara grundvallar atriði, það símenntun kennara. Já, einmitt. Sko, kennara geta ekki í eitt skipti fyrir öll bara útskrifast eftir hvort það eru sem eru 3 eða 5 eða 6 ár eða hversu langur tími í námi. Þeir verða að hafa tök á því að mennta sig áfram. Komum kannski betur á því eftir smá stund, en áður en við förum í þá umræðu þá ætlum við að kíkja og ræða við nemendur hvað það sem einkennir góða kennara og við spurðum líka starfsmenn eða leikskólakennara og stjórnendur leikskóla að því sama. Hvernig góður kennari? Þú veist, það hægt að vera góður á svo margan hátt. Ég veit það ekki beint, en... Hann strangur? Já, það gott að vera strangur. Þegar einhver óþekkur, þá hendur bara krakkanu alveg út að leika sér. Og hættaðu þá að vera óþekk? Nei, sko, ég ekki óþekkur. Bara skammar ekkert oft. Hann fyndinn? Eða hún, hún fyndin? Nei. Ekki fyndin. Mér finnst hann bara að tengja við nemendur. Mér finnst það vera mesta mikilvægasta atriði, að hann getur hlustar á nemendur og skilur hvernig þeim líður. Ekki hugsi bara sín rök. Og velji sér ekki uppáhald. Það fyrir rosalega í taugar á mér. Það kennar að eiga svona 3 uppáhald. Og hinir bara svona. Hvernig á góður kennar að vera? Bara spyrja, bara gera, þú gerir eitthvað, bara spyrja. Á góður kennar að spyrja krakkana? Já. Og hvað á góður kennar að spyrja krakkana? Sem vildi spila og gera allt. Og fara út og leika í snjónum. Hvernig eru góðir kennarar? Hvað gera þeir? Hjálpast að. Hvernig hjálpast þeir að? Svona. Svona hjálpast þeir að. Bara vera vinir. Ef að þú verður kennari þú ert orðinn stór, hvernig ætlað þú þá að vera við krakkana? Svona. Einhver ætla meira að fá að segja, hvað bann að gera svona? Það er gott að hafa góða. Það er fínt. Hvernig eru þeir? Hvernig góður kennari? Hvað gerir góður kennari? Hjálpa manni. Hjálpa manni að gera hvað? Allt. Ég veist pínulítið umhugsunarvert hvernig þetta nám að þróast. Vegna þess að áherslurnar á þessi fræði og þessar rannsóknir, heimildavinnu og ýmislegt annað sem alveg gott. En leikskólastarfi gengur bara ekki út á það þegar fólk kemur á vettvang. Að sitja í einhverjum djúpum pælingum og öðru. Vegna þess að hér, þegar þú kemur í vinnu, þá ertu bara með 36 tíma viðurinn á deild og 4 tíma undirbúning. Og þú ert bara að undirbúa starfið. Og ég held að
það vantar bara töluvert upp á þessa praktík og ég tala nú ekki ef fólk hefur ekki unnið í leikskóla áður. Þetta að þróast meira í þessa rannsóknarvinnu og þessar ritgerðir og þessar heimildir sem að þeir sem skipuleggja námið telja mikilvægt að sé til staðar. En það vantar bara töluvert upp á, held ég, þessa praktísku vinnu og kennslu, bekkjastjórn og hegðunarmótun og ýmislegt annað sem svo mikilvægt að útskrifaði kennari eftir 5 ár með masterspróf. Hafi góð tök á. Við erum búin að sjá þetta, mjög líklegt að þetta sé til umræðu víða á leikskólum og hvað til ráða? Ég veit það ekki, kannski bara meira samtal við þá sem að vinna í leikskólanum, við þá sem að stýra í háskólanum. Og mér finnst kannski umhugsunarvert að þeir sem að útskrifast sem master í leikskólakennarafræðum, þeir eru flestir þá, allir mjög flinkir og hafa gert rannsóknir og eru góðir einmitt í heimildarvinnu og öðru slíku. En fólk þarf að vera svo gott í mörgu öðru heldur en því að fólk náttúrulega að fara að vinna hér með börn og mynda tengsl og annað slíkt. Það ekki gott að vera bara að kunna gera einhverja rannsóknir að því raunveruleikinn í leikskólastarfinu býður ekki upp á svo miklar rannsóknir. Og mér finnst alveg að Háskóli Íslands þurfi aðeins að endurmeta þörfina fyrir þeirri þekkingu og reynslu sem að útskrifaðir masterskennara hafa þegar þeir koma á vettvang. Vegna þess að raunveruleikinn er annar heldur en það sem að verkefnið að taka mið af. Þannig að ég held að það þurfi aðeins bara svona heiðarlegan hátt aðeins að fara að skoða hvernig búum við til góða kennara, hvað góður kennari, hvað undirstöður þarf hann að hafa til þess að vera farsæll og geta leitt gott skólastarf. Ekki endilega stytta námi, heldur bara endurskoða og þá meira í tengslu við grasrótina, fólki sem að vinna í leikskólanum. Já, kennarar eiga að vera góðir, þeir eiga ekki að skamma og þeir eiga að hlusta á nemendur til þess að geta tengst þeim og svo sagði einn nemandinn þarna að kennarar eigi bara að gera allt og geta allt. En við tölum líka þarna við leikskólastjóra og leikskólakennara sem gagnrýna námið að einhverju leyti segja of mikla áherslu lagða á fræðin sjálf. Við ætlum aðeins að tala um þetta hérna við Jóhönnu og Braga. Hvað segið þetta? Verið að leggja of mikla áherslu á fræðin á kostnað þess kannski að undirbúa kennaranemann fyrir starfið sjálft á gólfinu? Jóhanna. Sko við erum auðvitað með þá nýju stöðu að við erum með 5 ára kennaranám og meistaranám í háskóla, það auðvitað felur í sér fræði. Þannig að það þarf auðvitað að vera ákveðin balans á milli fræðana og svo þessum svona starfshátta í skólum. Og ég held að við í grunnmenntun við getum aldrei kennt allt sem að fólk þegar það kemur út í starf, sem mætir fólki þegar það kemur út í starf. Og þess vegna skipta þetta fræði líka miklu máli og að fólk tilengi sér svona hugmyndafræði á bakvið hlutina. En hafið þið heyrt þessa gagnrýni áður? Bragi, hefur þú heyrt? Já, nei, ég heyri ekki mikið af þessari gagnrýni. En þetta alveg rétt sem Jóhanna segir að sko meistaranám felur það í sér að það krafist rannsóknar, þannig að það standist alþjóðlegar viðurkenningar. Við skulum hafa í huga að það eru bara 3 árgangar komnir á vettvangum sem að hafa 5 ára nám að baki og fyrir eru stóri flotar kennara sem eru með 30 ára nám að baki og það getur vel verið að það sé einhver núningur líka á milli aðila, einfallega vegna þess að námið misjafnt. En við vitum líka þegar leikskólakennaranám hófst hér á landi 1946 að þá var reynt að hafa jafnvægi 50-50 hlutföllin jöfn á milli verklegsnáms og bóklegsnáms og síðan eftir þessi námi lengdist og breyttist þá minnkaði hlutfall verklega námsins á kostnað hins bóklega og ein skýring og mikil skýring núna einfallega kostnaður. Verklega námið miklu dýrara heldur en bóklega námið og fjárveitingar til háskólum að taka alls ekki mið af það. En þarf að auka þetta vettvangsnám? Námið komið á þann stað? Ég ekki sannfærður það. Vettvangsnámið ansi drjúgt þegar það allt tekið saman og svo ég taki dæmi af minni deildkennardeild Háskólans á Akureyri þá heilt misseri á vettvangi seint í náminu
bara frá því að byrjað á önninni og þar til henni líkur með öllu sem að tilheyrir og þar á undan koma stakar vettvangsvikur sem að kennaranemar á vettvangi. Við förum í annað, stóra málið kannski sem að blasi við núna og er lýst því ástandi í nýlegri skýrslu Ríkisendurskoðunar, það er yfirvofandi kennaraskortur. Það er að í grunnskólanum er yfirvofandi kennaraskortur, það vantar mjög marga leikskólakennara til þess að uppfylla lögum hlutfall leikskólakennara í leikskólum. Hvað er hægt að gera til þess að koma í veg fyrir það að þetta ástand verði að raunveruleika, það verði kennaraskortur hérna næstu árum? Það er auðvitað kennaraskortur. Það er í leikskólanum? Já, það eru í leikskólum er bara hluti starfsfólk menntaði leikskólakennara. Þannig að sko, þetta er vandi nú þegar en getur orðið að neyðar ástandi. En við viljum ekki að þetta verði neyðarástand? Nei, og ég held að þetta er samfélagslegu vandi. Það eru allir sem að koma sem þurfa að leggjast á eitt. Það eru við í háskólanum sem þurfum að velta fyrir okkur eitthvað sem við getum gert og öðruvísi og breytt í sambandi við námið og það eru sveitarfélögin sem að reka grunn- og leikskólana, það eru menntamálaráðuneytið sem að setja stefnuna og allir þurfa að hugsa hvað getum við gert. Það er ýmislegt sem hefur verið rætt og það tengist nú þessu með vettvangsnámið. Það er til dæmis getum við hugsað okkur að verði námsstöður í skólum, að loka árið til dæmis, þar verði bara launaðarstöður. Það lítur að námið verið dýrara? Já, þetta myndi þýða heilmikinn kostnað líka fyrir sveitarfélögin. Þau fengju starfsmenn á móti? Þau fengju starfsmenn á móti. Þannig að en þetta er bara rétt komið í umræðuna og það þurfa þetta allir að vera sammála að það þarf að gera eitthvað. En erum við aftur komin að fyrstu spurningu þáttarins ímyndina hér í þessu? Ég ekki alveg viss það, sko. Við verum líka átt okkur að því að námskostir ungmenna núna eru miklu meiri þeir hafa nokkru sinni verið, bæði innanlands og utan og kennaranám auðvitað í samkeppni við annan nám og eins og staðan hefur nú þróast og við breytum því ekki í einu vettfangi, þá eru þetta stúlkur og þar með er þetta helmingur nemendahópsins úr framhaldsskólanum sem við erum að berjast við alla aðra. Og við getum ekki vænst þess að auka þennan stjarneitt óskaplega mikið nema að kennarastarfi verði að þessu eftirsóknarverða starfi sem við viljum að sé og þetta er mjög eftirsóknarverð starf í mínum huga. Og það gerist auðvitað með þessum breyttu starfsaðstæðum og væntanlega bættum launakjörum líka en svo skulum líka athuga það að við erum með það bil helming grunnskólakennara einhvers staðar annars staðar heldur en í grunnskólanum og við erum með 40% leikskólakennara með leyfisbréf einhvers staðar annars staðar en leikskólanum. Þetta eru háar tölur. Þetta eru mjög háar tölur og þetta segir okkur bara það að þetta fólk er eftirsótt á öðrum vettvangi. En ekki framhaldsskólakennarar eða það? Nei, það er allt önnur staða í framhaldsskólanum. Allt önnur staða, já. Það er það. Og af hverju er það? Það er svolítið breytilegt eftir greinum. Raungreina og tölvumenn eru þeir sem erfiðast að fá inn. En fólk sem er með meistarapróf í hugvísindum eða félagsvísindum, það á ekki eins auðugan garð að gresja. En kannski í framhaldi af þessu sem að Bragi nefnir að við erum að fá miklu fjölbreyttari hóp í kennaranám í dag heldur við nokkrum árum. Við erum ekki bara að fá fólk í kennaranám sem að byrjar á fyrsta ári og lýkur 5 árum. Við erum að fá í auknum mæli fólk með aðra bachelorgráðu, aðra grunngráðu, háskólagráðu. Menntafólk sem kemur inn. Já, og við erum að fá stóran hóp með alls konar grunngráður, með sagnfræði, guðfræði, stjörnufræði, hvað sem er að bæta svo við sér 2 árum í kennaranámi og ég held að þetta sé einmitt sem bara muni auka okkar skóla. Jákvæð þróun. Já, mjög jákvæð þróun. Auka skólana, því miður við höfum ekki meiri tíma í kvöld. Takk fyrir komuna, Bragi og Jóhanna. Í næsta þætti þá ætlum við að fjalla sköpun í skólastarfi, fara þar vitt og skoða starf í skólum og ræða við kennara það mál. Fylgist með þá. Takk fyrir í kvöld.